Já, og þá erum við mætt með reynslubolta, ég held í fyrsta skipti síðan í júní. Og í reynsluboltum fáum við yfirleitt 3 gesti til þess að ræða fréttir vikunnar. Við þetta skiptið verður nú þessi viðburður hér, almyrkvinn, það verður nú svolítið til umræðu. Og sennilega Evrópuumræðan og sitt hvað fleira. Og gestir þáttarins hafa nú allir komið við sögu áður í þessum þætti. Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður og nörd, velkomin. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur ekki satt, velkomin. Takk. Og Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd, fyrrverandi fréttamaður og já, þið eru öll náttúrulega fyrrverandi ýmislegt. En sko, alltaf bóndadóttir samt. Þú ert bóndadóttir, eins og ég, þar sem ég er bóndasonur. En hérna við erum semst 2 þá af þeim meiði. Líka ég. Þú líka, já. Flóknara hjá mér, sko. Flóknara. Já, við erum samt alltaf einhver Viltu ekki tala um það? Jú, flókið. Maður var mikið í sveitum, maður var krakki og pappi var Hvanneyri og allt þetta. Bóndast í Noregi, ég veit ekki hvað og hvað. Já, einmitt. Og ég held eitthvað. Já, þannig að hérna, við erum góðir Íslendingar. Sko, þessi almyrkvi í gær, hann er búinn að, ég er búinn að sjá mjög ólík viðbrögð, svona Íslendinga við þessu fyrirbrigði í gær, hvernig fólk upplifði þetta. Og ég held að það sé bara gaman að við förum hérna hringinn og við byrjum á því að þið segið mér hvernig hann snerti ykkur og þið kannski lýsið því fyrir okkur svona bara persónlega hvað þið voruð að gera, hvar þið voruð og hvers þið voruð að leita, ef við byrjum á þér nafni. Já, ég var bara upp á Holtinu rétt hjá svona heima með fjölskyldu og upplifa svona hvernig þetta var það myrkur og sjá svona í áttina af Bláfjöllunum einmitt hvar það var ekki myrkur þar af því að það var náði ekki innan skuggans og það var mjög áhugavert að sjá það. En kannski svona einn og það áhugaverðasta var að upplifa sem sagt nákvæma veðurspá með svona 2 ára gamla veðurspá meira að segja fyrir daginn. Það var einhvern veginn allir held ég sem spáðu að það yrði skýjað og rigning þennan dag og það stóðst með margar ára fyrirvara. Mér finnst það mjög merkilegt. Veitu hvað er þetta? Var því spáð fyrir 2 árum að það yrði ekki gott? Það giskuð allir á það. Já, hvern og einasti maður held ég. Já. En sko þessi upplifun þegar það fer að skyggja og hvað það gerist hratt, var þetta sterk stund fyrir þig? Ég hugsaði allar þessar sögur og bíómyndir sem að kemur svona óvæntur sólmyrkvi. Og mér fannst það ekki gerast eins hratt og í sögun. Nei. En það ætti ekki að koma einhverjum veginn óvart að hvað var að gerast í rauninni. Það er ofta einhver dramatísk sem það kemur sólmyrkvi og þá gerist eitthvað dramatíska því að einhverju er að deyja eða eitthvað svoleiðis en það gerist ekki það hratt í alvörunni. En þegar það gerist þegar að ský eru fyrir sólu þá kemur þetta kannski fólki á óvart sem er ekki með góðar spár það hvenær og hvar sólmyrkvi svona höldum áður. Það skal ekki vera áhugavert. Svo hann líka pínu fyndið að hlæja að sumum færslunum á Facebook þar sem fólk hefði verið svo rosalega hissa hissa því hvað að þetta skildi gerast og svo þetta en það lánu samt eða alveg fyrir hvað myndi sirka gerast. Það kom alveg óvart hvernig það var dimmara og dimmara. Svona verður svona dimmt. Nei, svo var það aðeins meira myrkur en það og svo aðeins meira myrkur en það. Það var áhugavert. En auðvitað var veðrið eins og segir ákveðin skellur. En Erna, segja okkur frá því hvar þú varst og með hverjum og hvernig þú upplifðir þetta. Já, mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg spurning og gaman að fá að rifja þetta upp. Hérna, ég fór og eyddi þessum klukkutíma eða 1,5 með dóttur mín og fjölskyldu hennar vestur á Seltjarnarnesi. Og þetta var einhvern veginn þannig að allir voru að búa sig, setja gleraugun í vasan ef að skyldi nú vera hægt að nota þau og svo fyrir út á götun og þá er allt inni svona áramótastemming, fólk er að koma úr fleiri húsum og allir stefna í sömu áttina svona eins og þeir verið farið í áramóta skrúðgönguna þarna á vestur á Nesi sem ég þekki ágætlega. Og síðan bara svona dreif fólk að hlaupa hjólum með bakpoka og vassflöskur og myndavélar og allt og lögreglan þarna og tekin mynd af litlu strákunum með löggunni og að vinna leir eins og þeir eru á svona stundum. Og svo svona raðaði fólki sem meðfram sjónum þarna fyrir neðan suðurströndina og
allir að bíða svona og mér fannst mjög flott hjá Strætó sko að vera með á skílunum hérna hvernig þetta fór fram að því við sáum náttúrulega ekkert nema bara eins og Björn búin að lýsa þessu gráa himni og svo fann maður hvernig fólk var að bíða eftir þessu og litlu krakkarnir hlaupandi að kasta steinum í sjóina því að þau hafa ekki þolinmæði til þess að standa bara og horfa upp í loftið og svo sko byrjaði þetta að vera svona grár litur og þegar að fór svo í alvöru að dimma þarna, þá heyrði maður svona, þá kom svona hljóð frá fólkinu og þá fær maður þessa svona hálfgerð gæsahúðskoðir að taka þátt í að fylgjast saman með einhverjum atburði í náttúrunni sem að enginn hefur stjórn á og það var þarna töluvert dimmt tíma eins og við munum öll þó að hafi verið svona skýjað og eins og við vorum að ræða hérna fram í áðan svona litirni kannski kom hann svolítið á óvart hvað þetta var svona ekki dimmt eins og í nóttu heldur svona grátt og svo fannst mér sko svo merkilegt hvað birti hratt það var eins og bara dregið frá tjald og þá náttúrulega köstuðu litlu strákarnir sér í jörðina og voru frústeraðir yfir að þetta var bara ekkert merkilegt og bara ekkert hægt að nota þessi gleraugu og þú veist það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð í tilfinningum og upplifun sko. Áfram ávanar að kvarta eða gala eða já, einmitt. Hvað í fendur var gangi hérna? Einmitt. Það var gaman að það var köttur þarna líka að fylgjast með þessu sko og svona, og svo, kísari bara mætt hérna út á Suðurströnd að horfa á þetta. Og svona, hvað er í gangi? En þau eru minnist á þessi hljóð sem komið frá fólkinu, heldur að þau hefur komið alveg innan úr sálardjúpinu, heldur að þetta hafi snert okkur alveg? Já, mér fannst þetta var ekki svona, vá, eins og með flugeldasýningu. Þetta var svona einlægt, svona andvarp með smá svona víbringi, skiljið. Já, ég upplifði líka mikla einlægni. Já, þú veist, fólk var svona bíða eftir svo heyrum alltaf bara, hátíðleika. Mér fannst þetta mjög heillandi að taka þátt í þessu með fólki sko, það er allavega mín upplifun. Gaman að heyra og kannski er ég nú bara að vera einhver pollýjana hérna en sko það eru einhverjir kostir sem fylgdu því líka hvað allt var grámóskulegt. Þetta voru svo mjúkir litir að það hefði bara verið skjannabjart og þetta hefði voru svona miklar andstæður. Þá hefði ekki allt verið svona draugalegt eins og það var það sem ég satt mjúkt og flauelsflott sko. Sko veðri var náttúrulega einhverjir kostir við þetta. Veðri var náttúrulega alveg yndislegt fyrir utan hvað það var skýjað. Það var hlýtt og það var logn og það goti allir verið úti og notið þess að vera. Ég heyrði frá fólki sem var einmitt í grennandi rigningu akkurat. Já, var það. Voru að kvarta yfir að koma bara gleraugun að fylgjast með. Við erum alltaf missettir. Akkurat það sem ég var stödd að hlára þetta svona og allir bara afslappaði sko. Það var ekki pirringur yfir einhverjum aðstæðum þannig. En hvar varst þú, Björg Eva? Ég var í barnaafmæli út á Kársnesi og ég myndi segja að þetta hafi ekki haft teljandi áhrif á mig, hvorki til góðs né ills og í rauninni fannst mér það var alveg skemmtilegt svo sem að sjá þetta væri skrúa fyrir og frá með dimmer á mjög stuttum tíma en fyrst og fremst þá var ég nú orðin bara mjög leið á þessum sólmyrkva bara mörgum mánuðum áður en hann varð út af þessari ótrúlegu markasetningu á fyrirbærinu og líka þóttu mér fjölmiðlar taka sitt hlutverk einhvern veginn langt út fyrir það sem að ég lærði í gamla daga að fjölmiðlar ættu kannski að vera að segja frá fréttum en þarna var einhver ógurleg forræðishyggja í gangi að fólk ætti að vera með teppi og lyf og nóg af nesti til þess að upplifa þessa mínútu hásumar og þetta var eiginlega bara orðið svolítið fyndið og svo líka pínu þreytandi. Ég var leið á sólmyrkvanum áður en hann kom, svo var ég pínlítið pirruð líka því að ég bý við Ægisíðu og þurfti að fara í afmæli þaðan því ég var svolítið forvitin að sjá sko hópeflið sem ég vissi að vera að koma þangað. Að því mér fannst þetta vera miklu meiri viðburður fólk heldur en sólmyrkva og það fannst nú greinilega Ríkisútvarpinu að mörgu leyti líka því að fréttatíminn allavega hann var bara fólk en ekki myndir af sólmyrkvanum þannig að ég hefði alveg verið til í að upplifa sólmyrkva mér veist ég ekki sérstaklega hafa mikið gert það en það hefði verið örugglega gaman að vera í Breiðuvík og þarna á Látrabjargi og sjá þetta raunverulega en ef ég væri ferðamaður einhvers staðar út í heimi þá myndi ég ekki velja Reykjavík til þess að sjá sólmyrkva aldrei
ég myndi bara spá fyrir með 2 ára fyrirvara að það yrði rigning eins og fólk gerði. Það var samt ánægilegt að þeir sem höfðu mest fyrir því og fóru þarna út á Látrabergið. Já, þau áttu skilið að fá eitthvað ekstra. Það finnst mér alveg absolutely. En ég held að þessa barnaafmælis verði örugglega meira minnst fyrir bara þær fínu gjafir sem þangað komu heldur en endilega fyrir þetta. Já, en þetta sem þú nefnir sko með fjölmiðlana, ég hef séð þetta á ýmsum stöðum bæði í gær og í dag að margir tala svona tilfinningarung að það hafi svolítið komið í stað fréttarinnar. Já. Og svo tala menn hennan fréttatíma Ríkisútvarpsins í gærkvöld eftir sólmyrkvann. Hann var mjög lítið staðreyndin, hann var fólk að tala þetta og hvernig það upplifði, en sjálf fréttin hún var svolítið fjarverandi. Mér leið svolítið vel þegar ég vaknaði í morgun og ég sá að Raxi hafði bara náð fréttinni og hún var á forsíðunni sko. Þetta er fréttin, ekki fólkið. Mér finnst það áhugavert sem Björg að segja sko, það að hún hefði búin að fá nóg af þessum atburði áður en það gerðist. Sko fyrir mig þá, ég fylgdist ekkert óbúslega mikið með þessu fréttum að taka með sér teppi og pilluna sko. Ég var búin að reynda að gera áætlanir að vera annars staðar, svo bara breytist það allt í góðu og þannig að ég var ekkert svona, ég var ekkert búin að vera í þessum gír, bara var tilbúin að láta þetta koma mér svolítið óvart sko. Ég tel mig taka eftir því að það eru bara aðrar manngerðir sem að hafa valist í seinni tíð til þess að flytja okkur fréttir. Þær fá annað uppeldi, fréttastjórarnir eru öðruvísi, það er meiri rómantík í þessu, það er jafnvel meiri meðvirkni, þetta er meira á forsendum viðmælenda heldur en það var í gamla daga. Já. Og þú ætlar ekki að styggja neitt, þú bara taka þátt í veislunni og það ég alveg sammálaður sko, það er tölver breyting og þetta vildi maður síst og seinast sjá hana hjá Ríkisútvarpinu, en stundum finnst mér eins og þeir bara leiði þetta, þessu konir hraðar en hinn. Þeir eru bara komnir í síð og hirt. Segi það kannski ekki. Já, en þú getur náttúrulega ekki verið mjög lengi að segja fréttir af þessari frétt. Hún er einfaldrar gerðar. Þetta er náttúrulega eitthvað sem gerist með jöfnu millibili. Og löngu búið að reikna út. Og já, spurningin, er þetta frétt? Já. Sko þetta með markasetninguna sem þú nefnir, þú náttúrulega þekkir það, við vorum nú einu sinni bæði fréttamenn á RÚV og þú miklu lengur en ég. Maður er alltaf að hringja með fólk og það vil fá umfjöllun eitthvað og maður er alltaf að segja nei vegna þess að það ekki almannahagsmunir að það fjalla þetta. Stundu líður manni núna eins og það sé bara nóg að ef maður er að selja eitthvað eða eitthvað, þú veist, það kemur manni vel að flytja einhverja fréttir, maður bara hringir og það er bara já, auðvitað, ekkert mál. Jú, en svo hefur svo sem alltaf verið sagt, það hafa alltaf verið fréttir af viðburðum, það er fréttir af sauðburði á hverju ári. Sem kemur alltaf á sama tíma. Sem er kannski ekki fréttir endilega. Þannig að fréttamat er aldrei sérstaklega auðvelt og fólki líður eins og þetta sé ykkur viðburður sem allir eiga saman og svo er bara fólk mishrifnæmt og ég er greinilega ekki hrifnæm. Lífið er aldrei bara fólkið sko, þannig að ef ekki fólkið, hvað er þá fréttnæmt? Já, þannig að þetta fólk vildi eiga þennan atburð saman, greinilega. En markasetningin held ég að hafi sannarlega haft mikil áhrif. Við erum búin að vera að hlusta á þetta taut og raul uppseldar íbúðir og hvað það væri hægt að selja Airbnb á uppsprengdu verði og allt þetta og ég var allavega orðin frekar þreytt á því. Skiljanlega. Og sama tíma og ég er gagnrýninn á hraðabreytingar í fréttaheiminum þá var margt gott sannarlega líka gert og þetta er skítavinna að vera á einhverju annesi sko, sólarhringum saman að flytja frétta af þessu, þetta er alleiðilegasta sem hægt. Svo var lokunarpósti í Grindavík hávetur. Þannig að við bara þakka fólkinu fyrir að nenna að vera þarna. Ég hefði alveg nennt að vera Látrabjargi. En það var kannski gott að við náðum öll, þótt tengingin hafi kannski verið mismikil, þá náðum við, mörg okkar náðum einhverju tengingu við sjálf okkur og samfélagið og þetta náttúrufyrirbrigði
ég var hræðður með dóttur minni hérna þar sem við vorum bara einhvern veginn að ég upplifði 2 í heiminum og mér fannst þetta falleg stund og hérna ég held hún hafi ekki gert með að verri manni og það er kannski ágætt að við fengum þessa gjöf sko svona til þess að missa okkur ekki alveg í einhverju úlfúð vegna þess að það er náttúrulega rosaleg harka núna í samfélaginu út af Evrópukosningunni framöndan og við gætum sko talað ótal marga vinkla á því og þið megin nú svolítið bara ráða því sko hvað þið viljið ræða í þeim tengslum ég ætla ekki að fara að reyna neitt að stjórna því en hérna svo ég kasti svona einhverjum bolta á loft eins og með þig hérna Björn Leví að því að þú náttúrulega hefur unnið við það að vera á þingi og þú skrifaðir mikið og talaðir mikið lýðræði og þú væntanlega með sterkar skoðanir á þessu. Hvernig hefur þér fundist bara svona íslenska þjóðin hingað til standa sig á þessu prófi sem allir vissa yrði dálítið svona áhugaverð þrekraun? Þjóðin bara alveg ágætlega, samfélagsumræðan hörmulega, þetta og líkt. Já. Það er svakalegt rifrildi í samfélagsumræðinni sem að margir sem að eiga að vita betur hjálpa ekki til við. Í allar áttir, skal ég segja. Fólk sé vísvitandi að halla réttu máli og, já. Þegar það er talað að þessi kosning aðild það er rangt, þetta er kosning aðildar viðræður svo fer alltaf út í einhver tæknilega smáatriði sem bara svona nei og nei og nei aftur og það einhvern veginn er engin tilbúin til að viðurkenna að hafa lagt fram þá einhverjar rangar forsendur til fólks og þetta er ekki bara þessi umræða sem að ávið þann svona gallað etja. Þetta er almennt pólitískt vandamál í dag. Þar sem að þetta er eingöngu orðræðu keppni en ekki umræða. Og það er bara risavaxið samfélagslegt vandamál hvernig við einhvern veginn getum ekki átt í bara beinskiptum einlægri umræðu, málefnalegri umræðu heldur þurfa þetta alltaf að vera upprópanir fram og tilbaka. En sko eftir höfðinu dansa limirnir og á mánudagskvöldi síðasta var bauð Ríkisútvarpið okkur upp á umræður formanna stjórnmálaflokkana og ég ætla bara að segja fyrir mig þetta er versta efni sem ég hef séð frá upphafi. Eða besta af því að það var svo upplýsandi. Upplýsandi, meinarðu hvað? Bara varðandi hvernig svona fólk kom fram. Já, en það er samt sko bara, það er hérna einn maður sem að tekur yfir 70-80% af öllum umræðutímanum og það er engin þáttastjórnun og það er bara eiginlega ekkert sem þessi þáttur skilur eftir sig og ég er að velta það fyrir mér sko, þú ert að segja samfélagsumræðan er eins og hún er. Já. Þeir sem ætti að vísa veginn og ætti að vera fyrirmyndir. Geta það ekki. Þeir geta það ekki? Nei. Af hverju geta það ekki? Vilja það ekki. Það hentar ekki þeirra málstað. Ég lærði þetta frá 2 fyrirverandi forsætisráðherrum, annars vegar eins og Davíð Oddsson skrifaði hérna í Moggan einhvern veginn fyrir langa lengu að þegar hann var í stjórnarandstöðu þá var hann á móti öllum málum þó að hann var í hjarta sínu sammála þeim. Þetta er náttúrulega bara svakalega óhæðilegt. Og svo líka fyrir forsætisráðherra hérna Katrín Jakobsdóttir sem sagði bara velur þau rök sem henta hennar málflutningi. Alveg nákvæmlega óhæðilegt. Það er gjörsamlega óþolandi. Svona eigum við ekki við eigum ekki skilið að hafa svona stjórnmálamenn í alvöru en við samt einhvern veginn endur við með þá skil ekki okkur. Nei. Þannig að þú gefur ekki mikið fyrir þessa hlið málsins. Hvernig heldur þetta fari? Þetta verður úðalega teft. Ég held að það verði ýmis konar særindi út af svona meintum misskilningi eða viljandi rangfærslum hjá báðum aðilum, báðum hópum sem að því miður einhvern veginn við fáum aldrei uppgjör á af því að það er enginn tilbúin til þess að viðurkenna að hafa haft rangt fyrir sér eða viljandi sérstaklega sagt rangt frá. En hvort þetta verði já eða nei? Ég held að þetta verði nefnt já við aðildarviðræðum eins og held ég að verði ekkert rosalega nefnt nei við aðild eins og en ég held að það sé endalaust verðmætt fyrir okkur að fá að sjá samning bæði upp á að
geta kannski þróað umræðan eitthvað aðeins lengur svona staðrenda með það. Þannig að þú lítir ekki á það sem pyrrhósar sigur að það yrði já 2009 og svo nei. Alls ekki. Það yrði Þið finnst það gott lýðræði. Já, og ég held að það sé sko sérstaklega út af því að þá værum við komin með sko ákveðna tryggingu fyrir kannski einhvern tímann seinna ef að þurftum kannski að fara í einhvers konar samræður og viðræður aftur, þá værum við betri grunn til að byggja á heldur en ef að við myndum fara í áttina að Evrópusambandinu á svona nauðri kosti eins og við gerðum kringum hrunið. Það var kannski slæmur tími til þess að sækja þá því að við vorum þá frekar að leita eftir aðstoð og meðan núna þá erum við sterkari stöðum. Erna, þú ert búin að vera gríðarlega öflug, þú ert búin að skrifa hverja greinin og fætur annari og þú ert bara allstaðar. Það er alveg sama, ég opna ekki fjölmiðil eða ég fer ekki á Facebook og svona að sjá að þú hefur einhverstaðar verið að þú trúir því alveg einstaklega svona start og stöðut í hjartaðinu og á miklum hita að við verðum að segja nei þarna 2009. Já, ég trúi því að sko fyrir mér þetta þannig að ég ætla bara að kynna mér þetta mjög lengi að ég tel, þó ég sé nú kannski ekki inn í keppni við aðra það, ég ætla ekki að halda því framheldur, að ég þekki þetta betur en aðrir, en það sem ég hef kynnt mér þetta, og ekki síður bara það sem hefur gerst síðan að aðildarviðræðurnar voru síðar, hvernig mér sýnist Evrópusambandið að þróast, að þá hafi ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að við munum bæta stöðu Íslands í þessu samfélagi Evrópuþjóða með fullri aðild. Og þar bendi ég á til dæmis að tveggjastoðakerfið hefur reynst okkur vel, það gerða það í Icesave-samningunum. Evrópusambandið að þróast í aðrar áttir heldur en við vorum að kannski að horfa á það fyrir 15 árum, þar sem að til dæmis stóru löndin eru sífellt að hafa meira vægi og neitunarvald að minnka fyrir minni löndin og fleira í þeim dúr. Þannig að ég ekkert að segja, og það má alls ekki miskilja mig að ég sé ykkur heit á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna. Og hvernig sem hún fer, ég held þetta sé eins og Björn, þetta verði nömt og þetta getur farið á hvorn sem og ég hef enga trú á að þetta verði já eða nei, þetta bara mjög tæft. En já, ég búin að skrifa mikið og ég vona að ég sé svona ekki það sem ég finnst, að því að spyrja umræðan og Björn fór ágætlega yfir það líka. Mér finnst það svolítið gott orð sem þú nefndir á, það var engin stjórnun á þættinu. Mér finnst fjölmiðlar þurfa að vera aðeins svona meðvitaðri. Hvaða orð nota, hvað kalla fram hjá sínu viðmælendum og stoppið á ef þeir eru með framkomu sem að gera lítið úr öðrum í þætti til dæmis, eitthvað slíkt. Sko í barnaskólanum. Já, en ég veit það, en það ekkert betra allir væli á eftir yfir því að enginn þetta komast að. Í barnaskólanum hefði nemandanum þarna sem svo óstýrilátur, hún hefði verið vísað út og hann hefði fengið fyllt út. Og akkur ætti ekki að vera bara það sama okkur fullorðin sem að höfum kannski verið forsætisráðherrar einhverju sinni. Stundum verður bara að gera fleiri en gott þykir. Það þarf að senda svolítið ákveðin skilaboð inn í þetta, annars verðum við bara alltaf á einhverjum furðulegum staði í því að reyna. Sama getur við sagt nú horfði ég ekki á þetta alveg frá að til lög. Ég hef heyrt í fólki sem horfði á þáttinn allan og ég ætla ekki að dæma. Ég hef aldrei verið stjórnandi í svona þætti heldur, þannig ég veit ekki hvað úrræði til staðar, skiljið. Ég ekki að mæla neinn bót í því. En við horfum líka á til dæmis fjölmiðla sem eru fyrst og fremst á netinu en eru samt heyrundir fjölmiðlalög, nota mjög ljót orð fólk sem að taka þátt í umræðinni. Og það auðvitað kyndir undir svona fjölmiðlana sjálfa? Já, ef við lesum ritstjórnarpistla á DFF, þá eru ekki notuð falleg orð þar stundum. Ómokanum, já, bara. Og ímismöðurum með mitt svona podcastum sem hefur verið að fjölmiðla. Já, nákvæmlega. Ég ætla ekki að draga einn til ábyrgðar. En þú ert sammála mér því að það eru notuð mjög gildislaðin orð og ég hef sjálf fengið yfir svo sveip á fjölmiðlum og þú eru örugglega fengið það líka. Þannig að þú veist, þetta byrjar þetta allt hjá okkur sjálfum, en ég held að fjölmiðlar verði að axla töluverða ábyrgð líka hvernig þeir stjórna sínum þáttum og hvaða orð þeir nota í umræðinni. Mörg meinana núna sem við verðum vörfið frá móti kvölds eru mjög afhjúpandi fyrir veika stöðu fjölmiðla sem engum þarf að koma á óvart. Við erum með eitt dagblað, það einhver áróður fyrir neginu og hverju einustu forsíðu
við erum með 2 fréttastofur í sjónvarpi það sem önnur sko, hún hangir á hórrimni. Það stendur svo tæft að fréttastofa sínar lifi af frá degi til dags og svo gætum við áfram talið og maður sér alveg merki þetta í þessu máli. En Erna, mér langar til þess að fá að vita hjá þér þessi ákvörðun þín að vera svona ábyrjandi í þessu, þú átt vini og fjölskyldu og svona, og þú útsetur því svolítið þetta er svolítið viðkvæm staða. Algjörlega, þakka þér fyrir. Já, að þora að standa með mannsegin skoðunum sem að ef ekki að þú hafir, þú ert ekki á mála hjá einum, þú trúir þessu sem að þú ert að segja og þú ert að reyna að hafa áhrif. Hvernig hafa svona persónulegu áhrifin orðið af þessu ferðalagi? Vá, ég nú bara næstuð að tárast yfir þessum lestriðinu, Björn, því þetta snerti mig mjög. Já, þetta er mér mjög mikið hjartansmál að hafa eitthvað fram að færa í umræðinu sem ég allavega vona að ég sé ekki að keppast við að vera ómálefnaleg og ég er alveg tilbúin að ræða fólk. Ég gekk út úr vinnunum minni 5. janúar, ég hef ekki mætt til vinnu í Mjólkursamsölunni síðan þá, meðal annars að því að ég vildi bara vera frjáls í þessar umræðu og síðan þá hef ég látið svona eins og kálfur þó enginn hafi beðið mig það og útsett mig eins og þú segir og fengið bæði mínus og plúsa fyrir það eins og Björn veit að svona staða gerir mann útsetta fyrir og Björg örugglega líka. Hvernig eru hlutföllin? Hvernig eru hlutföllin? Ég get sagt þér það að ég reyni helst að lesa sem minnst af þessu neikvæða til þess að láta það ekki stjórna mér. Þó nokkuð jákvæðir svona málefnalega pislanar í hann, þannig að í meira hluta myndi ég segja að það séu svona jákvæð allavega það sem ég séð. Já, takk fyrir það og ég fæ þetta oft ágætt viðbröð fyrir það. En auðvitað tók ég mikla áhættu persónulega því ég ég er ekki fastur í vinnu lengur. Ég á ekki eiginmann, ég bara bý ein heima hjá mér og ég veit ekkert hvernig þetta, auðvitað í börn og barnabörn og fjölskyldu og það er auðvitað alls konar skipta skoðanir kringu þau, ég veit ekkert hvaða debatt þau eru að taka eða hvernig þetta kemur. Ég vona að fólk skilja milli þeirra og mín í þessu, en hafa verið mörg erfið augnablik, svona tilfinninga, sársauka augnablik. Ég hef fengið upplifað töluvert af augnablikum erfiðum eftir að ég upplýsti og náttúrulega mér finnst að hlustendur og áhrendur samstöðurinnar þurfa að vita það. Ég hef langt síðan sagði það að ég ætla að segja já, 2009 og það er eins og ég hefi svikið og ótal margt mannshjartað sem hélt að ég væri einhver annar en ég og hefur þú upplifað mikið af því? Já, ég hef upplifað það alveg hiklaust. Ég bæði fengið náttúrulega þannig tala til mín að ég skil ekki hvaðan ámurstendu veðrið. Ég er ekki reyndur stjórnmálamaður eins og Björn eða þeir sem eru því. Góður innkomur inn í varaþingmennsku. Já, ég átti góða innkomi, við sáttum svo hlið þá. Það fór nú allt mjög vel en ég hef ekki árareynslu og Íslandsbankinn góði? Já, jómfrúðaræða mín var 15 mínútur fyrsta ræða í umræðum skýrslu fjármálaráðherra, þannig ég var nú beint í djúpurlaugina. Og góður ræði líka, ég man eftir henni. Takk fyrir Björn, en þetta er bara já, þetta er bara mjög áhugavert, þetta er svakaleg lífsreynsla og Oft erfitt. Það kemur alveg fyrir, en ég á líka góða vini og bakland sem að grípur þegar að ég ætlast til að enginn sjá að mér finnst þetta eitthvað múti blása maður er ekki að opinbera það mikið. Áður en ég fæ hér í Björgu Evu, hefur þér fundist þetta málefnalegt? Að stærstum hluta, já. Að stærstum hluta? Já. Þú upplifir það þannig? Já. Já, ok. Það verður að segja að oft ekki, en að stærstum hluta málefnalegt og ég vil ekki fara í það að tala þá sem er ósammála mér fyrir það að vera ómálefnaleg. Ég vil ekki taka umræðan á það plan því ég vil að við séum á hinum staðnum og ég hef auðvitað svara fullt af greinum sem ég tali að fólk var ekki að fara rétt með en ég hef reynt að gera það málefnalega. Algjörlega. Nafni, þú ætlar að segja já, er það ekki? Jú. Hvað ætlar þú að segja, Björg, ef að ég byrja á því að rukka að þú ræðir hvort þú svara mér eða ekki? Já, ég hef nú bara eiginlega enga þörf fyrir að svara þessari spurningu hér og nú. Þú vilt það ekki. Og í rauninni, og það er ekki hugleysi, heldur er ég að vinna fyrir samtök þar sem að eru
ef það er hægt að segja margar skoðanir. Það er ekki bara 2, það eru margar. Og fólk sér kosti og galla það sem að, og það hefur ekki verið neinn eftirspurn eftir því í mínum samtökum að fá fram mína persónulegu afstöðu þetta heldur. En ég hins vegar sé það að sko, fólk hugsar þetta allt öðruvísi ef það er ekki í þessari pólitík og það sem við erum að reyna að hugsa afmörkuð mál, þar sem að eru kostir við að vera hluti af Evrópu meira heldur en við erum í dag. Alveg klárlega eru kostir, gallar líka og hlutir sem að náttúruverndafólk er mjög hrætt við, sérstaklega í orkumálunum. Það eru margir frekar æstir út af orkupökkum og svona hlutum sem að við höfum undirgengist af Evrópu tilskipunum sem að fólk telur að við hefðum ekki þurft að gera. Svo horfum við til Noregs, þar sem að gerast alveg nákvæmlega sömu hlutir og Noregur er ekki í Evrópusambandinu frekar en við, en enga síður þá er markaðsvæðing raforkunar ekkert styttra komin þar en annars staðar nema síður sé. Þannig að það er bara mjög margt í þessu og fyrir mig þá er þetta spurningin að reyna að afla sem mestra og bestra upplýsinga fram að þessum degi og því miður þá finnst mér ekki að mér verði neitt sérstaklega vel ágengt í því og ég vil bara segja það að auðvitað er ekkit skemmtilegt að vera að saka fólk að vera ómálefnalegt, hvorki stjórnmálamenn né fjölmiðla, en ég verð samt að segja það að ég fæ ekki neitt vit út úr þessari umræðu og núna er ég með Morgunblaðið með mér þar sem er yfirskrift lánastopp landbúnaðarins. Svo kemur fram í fréttinni að það er ekki hægt að nefna neitt dæmi og þetta er eitthvað sem menn bara halda greinilega. Síðan er næsta frétt ábyrgðarlaust að vaða á staði í stjórnarskrár óvissu. Við erum búin að vera að reyna að breyta stjórnarskráni í ansi mörg ár. Talandi atkvæðagreiðslu. Það væri þá væntanlega aldrei ábyrgðar. Það er búið að kjósa að meira að segja og komin niðurstaða með 2/3 já en ekkert búið að gerast. Já, þannig að það er margt sem er skrítið í þessu finnst mér, en svo heyri ég fólk líka tala mjög mikið það að þetta sé einhvern veginn bara lífið að dauði, hvernig þetta fer og það finnst mér skrítið og það er ekki það sem ég upplifi í kringum mig og í náttúruverndarhreyfingunni þótt hún sé nú alveg töluvert pólitísk á marga vegu, þá er hún ekki svona. Þannig að ég held að þar sofi fólk bara ágætlega yfir þessu og telji bara að lífið muni halda áfram. Guðrún Hafsteinsdóttir fór með þetta í hæstu hæðir í viðtalinu við Silfrið. Já, hún segir að þjóðin sé klofin, það er einhverju sem hún þekkir. Og fjölskyldur. Bara kannski ættum að líta aðeins í einn barm með ástæðinu fyrir því að fólk sé klofið þarna. Já, ég held að sko hún ætlaði með skoðun fyrir rúmum 10 árum síðan þar sem hún var átt að klára aðeldaveruna og hún fresti þjóðin til þess að kjósa síðan aðild. Hvernig horfir maður á það annað en þessa breytingu á skoðunum en einhvers svona sundrungu? Ég skil ekki hvernig fólk getur flakkað svona fram og tilbaka í rökkorm. Einu sinni var þetta rökrætt lið til þess að klára innleiða evruna meira að segja hjá þessum flokk. En ekkert haldbært sem að útskýri þessa breyttu afstöðu nema bara einhver populismi. Hún séð hvernig íslensku flokkarnir greiddu atkvæði EES-samningin eftir í hvort þeir voru í meirihluta eða minnihluta og kúventu bara á milli daga. Það hentistefnu pólitíkin enn og hún ríður náttúrulega ekki við einteyming hér þegar kemur að þannig að það er vissast að gefa ekki upp afstöðu því að hún getur orðið allt önnur í næstu viku. Já, ég held að verða nú alltaf að áskilja einstaklingum minnstakosti og jafnvel stjórnmálaflokkum til að breyta stefnu sko. Það er nú annað skerst á einni nóttu strax árið 2009 þegar það sótt var aðild, munum öll hvernig það var. Það eru bara útskýringarnar á því af hverju skiptum skoðun sem skiptir máli. En ég held að allavega það að fjölskyldur séu skiptar í þessu, ég held að það hafi ekkert að gera með þessi loforðum einhverja atkvæðagreiðslu þarna sem þú ert að vitna í, þó það getur skipt máli fyrir einhverja, en ég held það er bara mjög leiðilegt að horfa á það að svoleið staða sé að koma upp í fjölskyldum. Fólk er alveg pínu sárt í umræðinu eftir loforðin sem að flokkarnir gerðu fyrir kosningarna 2013, þar sem að báðir flokkarnir sem enduðu í ríkisstjórn höfðu lofað að klára
og taka þjóðaratkvæðagreiðslu einmitt aðildarviðræður og svikuðu síðan báðir. Ég er ekki nógu langrækinn fyrir þetta. Nei, þú veist, Ég skil alveg hvað þú segir. Ég veit það, sko, þetta eru sem sagt svona, þetta eru særin sem ég heyri. Já, ég heyri mjög lítið af þessu sko. Já, sem þú veist, ég skil alveg að þetta sé orðið gamalt, en þetta lifir ennþá, hrunið lifir ennþá í fólki, að sjálfsögðu. Það var mjög slæmt fyrir mjög marga og sem betur fer að þá kannski komast við yfir þetta á lokum, en einhvern veginn þá erum við alltaf að fara frá einu áfalli í annað að þess að fá einhvern veginn uppgjör gagvart fortíðinni. Það er ekki rosalega heilbrigt. En þú myndist á Noreg, Björg Eva. Ertu hálf norsk? Nei. Ég er tölvert norsk og ég var í Noregi í sumar og það var líka áhugavert af því að maður heyra mjög mikið hérna að norðmenn stæðu nú almennt á öndinni yfir þessari mögulegu yfir þessari atkvæðagreiðslu mögulegar viðræður. Segðu okkur frá, því þú veist örugglega meira Noreg heldur en við hinn hérna. Ég náttúrulega spurði mjög margt fólk af því ég hitti margt fólk. Ég var að heimsækja ættingja og gömul skólasyskin úr Blaðamannaháskólanum og mér fannst nú fólk vera tiltölulega afslappað yfir þessu. Og ég spurði margt af þessu fólki hvort að þau væri að fylgjast með þessu og hvort að það skipti máli upp á framhaldið í Noregi, hvað Íslendinga myndu ákveða þarna. Það fannst engum. Er það ekki? Nei. Ég var ekki vör við það. Kemur líka svolítið óvart þessi. Sumir vissu nú ekki þetta einu sinni. Nei. Og ég held að Norðmenn eru nú ástæðan fyrir því að þeir standa þarna fyrir utan. Það eru nú held ég þeirra digru sjóðir. Já, en svo er það HM-mælingin hérna sem eftir þeir voru svo góður í fótbolta. Já, þeir eru sjálfir að tala um það að andstaðan við aðild hafi aukist eftir að þeir voru að róa. Það finnst mér svolítið óhugnalegt. Þetta styrkir sjálfsmynd hverjar þjóðar að komast áfram á fótboltamótum. Við þekkjum það og ætlum ekki að gera lítið á öðrum fyrir það. En þetta fannst mér ekki viðkunnalegt, ég verð að segja. Ég kannski nefna þetta sem dæmi það að í huga margra þá er þetta svona bara ástæðan fyrir því hvort við ætlum að segja já eða nei. Hún er ekkert endilega upplýstur grunnur eða neitt flókið. Þetta er bara Ég heldur ekki að gera kröfu til fólks bara með Nei, ég er ekki að gera neina kröfu. Nei, ég er bara að taka undir með þér. Já, akkurat Bara Ég geri ekki beint á kröfu. Þú veist, ef þetta er tilfinning fólks að bara velja eitt eða annað, þá er það bara fínt. Það sem ég geri helst athugasemd við er þegar fólk notar einhverja, gefur upp einhver ástæðu sem að kannski passar ekki alveg. Ef að fólk er á móti því að segja að fara í aðildarviðræður að því að það eru á móti ESB og aðildar ESB, það er þarna tvennt ólíkt. Ég skil alveg vissa tengingu, en ég skil samt ekki að tala til dæmis það sé svo kostnaðarsamt og mikið umfang, takk í súrefni úr kerfinu eins og það hefur verið orðað og þess að þar. En við höfum farið í aðildarviðræður áður. Og ég bara satt að segja man ekki eftir í hversu, þú veist, að það hefur verið eitthvað rosalega hörmulegt að vera í aðildarviðræðum áður. Það samkvæmt skýrslu utanríkisráðherra kostaði það ferlið eins og það hefur verið, það kostaði einhverjum 400 milljónir á verðgildi þess árs. Á móti vorum 5 milljarðar sem komu inn í einmitt svona innleiðingar styrki til þess að fara í þýðingar og betri tölfræði í hagstofunni og ýmislegt svoleiðis. Ég má hendin í þetta fyrir því að búin. Það er alltaf hvergi talin kostnaður sem að aðrir en hið opinbera urðu fyrir. Ég meina það voru alls konar félagasamtök, bændur, viðskiptarlífið og verkalýðshreyfingin og allir sem áttu fulltrúa fólk í alls konar vinnuhópum og lögðu á sig mikla vinnu. Sá kostnaður til dæmis er ekki inn í þessu. Já, bara slæmt einmitt, það ætti að vera þar. Ég held líka bara að það sé svona og fá afurðuna líka 400 milljónir og 5 milljónar þetta kostar að dreifast vel á milli þeirra. En ekki vissum að þessi 400 miljón í passi en hérna ég ætla ekki að fara neina þrætur það hér. Ég held að þessi samaburður á árunum eftir hrun þegar við vorum náttúrulega bara á hnjánum. Við tíman núna og tækifæri núna, ég held að þetta sé alveg gagnslaus samanburður. Ég tók eftir því í gærkvöld að Ögmundur Jónasson, sá frómi maður, ég man ekki hvað hann var með mörg ráðuneyti þarna tímabilið, hann var sem mörg, hann var bara með öll, að hann talaði á þeim tíma í viðtalinu í gærkvöld hér á samstöðinni við Gunnar Smára að þau hefðu talað svo niður til okkar hjá ESB
og honum fjall það illa og það eitt af því sem að skýrir hans neikvæðu afstöðu til ESB í dag. Að ESB talaði niður til hans? Til Íslendinga. Til Íslendinga. Íslenskra stjórnvalda. Okay. Eftir þetta ferli hefst, þá upplifir hann að þau tali svo mikið niður til okkar. Og þetta svolítið svona no shit Sherlock. Af hverju hefðu þau átt að tala upp til okkar í þeirri stöðu sem við vorum þá? Við vorum gjörsamlega á hnjánum, við vorum búin að draga aðrar þjóðir niður í skítinn með einhverju rugli og botnlausu rugli árum saman og ég held að samningsstaða okkar núna, ég ætla ekki að gerast Kristrún Frostadóttir eða Þorgerður Katrín, en ég held að hvað sem að var fyrir þessum x árum sé ekki lengur og sé nýtt og öðruvísi í dag. Þú vilt bregðast við því? Já, gjarnan sko, ég hef nú ekki séð þetta viðtal, en ég hef þetta oft heyrt Ögmund tala þessi mál og ég átt sjálf samtöl við hann og ég var þetta sjálf á vettvangi, ég má orða þannig, ég var í 3 samningahópum og starfaði í þeim fyrir hönd Bændasamtakanna, ég kom á fundi í fleirum, ég kom fyrir utanríkismálanefnd og ég fór mér sér til Brussel einhvern tímann þegar þetta var í aðdragandanum, þannig að ég allavega ekki svo þar að ég hafi ekki séð þetta svona eitthvað leiti eigin raun. Og þetta, nú veit ég ekki hvort að Ögmundur að vitni þetta, en þetta þannig að það verið að bera okkar löggjöf saman við lög og reglur Evrópusambandsins. Og markmiðið að færa okkar löggjöf til samræmis við það. Þess vegna hef ég einhvers staðar kallað þetta samræmismat frekar en samninga. Það að segja að þetta samræmi náist, stjórnsýsla okkar uppfylli kröfur sem að Evrópusambandi gerir til stjórnsýslu í sínum löndum, ég sé að þú kinkar kolli. Þannig að þetta ekki samningar í þess orðsmerkingu, það kunna vera einhver svæði þar sem hægt að semjum að inn í þessum kassa sem sáttmálarnir eru, þá getum við legið í þessari stellingu en ekki hinni einhver tíma. Það aðeins meina það, náttúrulega líka við erum að tala eins og varandi hlutdeild kvóta og afla sem sagt innan þá svæðis sem að Íslandi með og þeim sameiginlega stofnum sem að ganga þetta milli. Það þarf að rauninni semja það hvernig það skiptist. Alveg eins og við erum búin að vera í samningi við nákvæmlega þjóður hvernig makrillin og Ísland, Noregur var þetta síldin á ýmislegt svoleiðis. Við erum í þessum samningunum þegar og það verður líklega nákvæmlega eins en það samt samningsatriði. Mér langar að kasta einu til þín núna, Björg Eva, að það hafa allnokkrir viðmælendur samstöðarinnar núna í þessari viku sagt að við séum alltaf mikið að tala stýrivexti og efnahagsmál. Við eigum að tala pólitík í þeim skilningi að við eigum að tala friðarpólitík, við eigum að tala mikilvægi þess að tilheyra. Halldór Guðmundsson, útgefandi einn, Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, prófessor annar. Viðtöl við þá báða hafa verið á miklu flugi síðustu daga út af því að þeir reyna að lyfta upp umræðin upp á aðeins hærra plan eins og Halldór Laxness baðum hér árið. Hvað finnst þér með þessi rök? Þessi bara svona mannúðar, friðar, samstöðu rök burt séð frá ónýtu efnahagskerfi Íslendinga í aldanna rás? Ég hlustaði á það báða og mér finnst þetta fín viðtöl og bara sammála því að auðvitað þarf að lyfta þessari umræðu upp og það náttúrulega hluti af því þegar við erum að tala að umræðan ómálefnaleg af því að hún svo eigingjörn. Þetta snýst fyrst og fremst það bara hvað getum við grætt á þessu og ef við getum ekki grætt á því þá bara viljum við ekki sjá það. Og nú var ég að vinna í Norðurlandasamstarfi í nokkuð mörg ár og þá sá ég þetta viðhorf oft hjá Íslendingum líka. Við vorum þarna með, við vorum samt sem áður svolítið svona nefndum þess ekki alveg og vorum bara spekulir í hvað getum við fengið út úr þessu. Og verið líka í leiðinni svolítið svona lítil og frek og það átti alltaf að taka tillit til þess hvað við vorum fá. Og svo ættum við bara fá og það ekki alveg nógu skemmtilegt. Nei. Þannig að svo vil ég líka aðeins koma með í sambandi við lagateksta þegar það verið að aðlaga. Það býsna margt raunar í náttúruverndarlöggjöf sem að við myndum gjarnan vilja að væri aðlagað. Já.
og það ekkert þannig að allt sem kemur að utan sé sjálfkrafa mjög vont. Alls ekki. Og í náttúruverndarlöggjöfin til dæmis góð og við hefðum viljað hafa fullgiltan Árósasáttmála hérna til dæmis. Þannig að það margir ótvíræðir kostir, það eru líka gallar. Og það væri svo ánægilegt ef við getum notað þessa síðustu daga til að ræða staka, kafla, stök mál, ekki bara vexti og að húsnæðisláni mitt verður miklu ódýrara þegar við tökum upp evruna. Það ekki að fara að gerast á morgun. Akkurat. Alveg sama hvað við segjum þarna. Lífið verður eins hér í nóvember. Það einmitt þessi svona eiginhagsmunapólitík sem rosalega ráðandi í alþjóðapólitíkinni. Og maður upplifði þetta einmitt svona á þeim vettvangi einmitt að þetta var einhvern veginn svona ákveðin unglingapólitík. Þetta var eins og komið gaggó aftur einhvern veginn. Það var bara sá sem var stærstur og sterkastur eða vinsælastur eða fallegastur eða eitthvað slegis, hann bara þau réðu. Og þróunin í alþjóðamálum á undanförnum árum hefur verið í áttina að einmitt stærri og stærri blokkum af samstarfi. Eins slæmt og það líka, því að sko við allavega, sem sagt, þegar ég var að þingja, þá vorum við alltaf að tala einmitt meira beinalýðræði, þetta færa valdi nær samfélaginu, þar sem að sko Evrópusambandið meiri valda þjöppun að einhverju leyti, allavega í ákveðnum málflokkum, þó sé minni valda þjöppun heldur en til dæmis eins og í Bandaríkjunum eða öðrum svoleiðis svona samvinnustöðum eins og í Sameinuðu þjóðum eða Norðurlandasamræðum og svo framvegis. Sko, við viljum ekki verða út undan í því. En hvernig við ætlum að fóta okkur í þeirri þróun ekkert endilega Evrópusambandið. Það gæti verið meira Norðurlandasamstarf eða eitthvað því líkt. En við verðum samt að vera þáttakendur í því einhvern veginn. Því að það mjög auðvelt að vera skilin eftir út undan. Af því að alþjóðapólitíkin, hún þannig að þó að sem sagt innanlandspólitíkin í Íslandi sé tvístruð á milli flokka, að þá þegar að Ísland fer sem aðili erlendis, að þá allir á Íslandurinn sammála að það hagsmunir Íslands í heild sinni sem að þeir eru að fylgja. Og það sama á við önnur lönd. Allt í einu hverfur svona sundrungin sem að innanlands í það að sækja hagsmuni landsins í alþjóðasamstarfi. Og það gerir svona það verkum að jafnvægið í pólitíkin öðruvísi þar heldur en svona hér og ég held að fólk, maður þarf einhvern veginn að setjast inn í herbergi og skynja það. Ég held að David Cameron hafi orðað einhvern veginn, ég held að það verið hann allavega. Þegar hann settist í fyrsta sinn inn í herbergi þar sem að voru stóru þjóðunar bara, já, svona virkar þetta. Oh shit. Það öðruvísi. Og við þurfum að einhvern veginn svona vera það við litlu þjóðunar stóla á það að alþjóðalög virki. Ég ætla að lefa þér að eiga síðustu orðin hérna. Já, takk. Mér langar bara að segja, ég hef fulla skilning á þessi margt í erlendri löggjöf, hvort sem hjá Evrópusambandinu eða annars staðar sem við gætum haft til fyrirmyndar hér og auðvitað, svo til þess ég veit í merkingum á matvælum, hvort að jurtasafi sem kallað mjólk eða eitthvað annað, sem við erum ekki skyldu að innleiða vegna EES-aðildar og ég veit svo sannarlega fólk í mínu umhverfi hefði viljað sjá þetta innleitt. Það bara einhver löggjöfnur á Alþingi sem getur leyst það. Það þarf ekki einhverja stórkostlega breytingu til þess og eins og við bara að breyta lögum. Já, það þarf vilja til þess. Já, það þarf vilja til þess. Ég skil það. Ég ekki að gera lítið á því. Ég hef lent í að leggja þannig mál fram í rauninni og fengið þau svör að þeir eru að fara að gera þetta í Evrópusambandinu og fáum þetta innleitt í EES og býðum bara til því. Já, þið skil ég einhver síðu hvað ég við. En varðandi friðarumræðina sem var ávarpið náðan. Ég hef ekki átt þess kost að hlusta það til 2 viðtöl sem þér að tala hér. Ég var eins og áhugaverðu fundi hjá Ögmundi Jónassyni í Þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn var. Það sem hann var með erlenda aðila sem voru með innslög og einn í beinni útsendingu. Og þetta var ákaflega fyrir mig allavega merkileg eða svona upplýsandi og fróðlegu fundur og ég veit að hann verður settur á netið í einhvers konar kliftri útgáfu og get vonandi innlegg í þetta. En svo, ef ég má eitt þá man ég alltaf eftir því þegar við erum að tala samþjöppun valds og hvar valdi fer og það er engin vafa því
þetta að þjappast saman í Brussel og landsbyðin sem að fylgst, hún verður langt frá Reykjavík í ákvörðun, hún verður ennþá lengra frá Brussel. Að þegar að Finnar voru í aðildarviðræðum, ég hef hitt marga Finna og ég er búin að höra yfir 20.000 finnast að tala við þá þeirra viðræður. Þá sko áttu þeir í miklum erfileikum með að leiða mönnum fyrir sjónir að í norðu Finnlandi er bara alltaf kafi ís og snjói veturinn. Það var að bókstaflega fara með fólki á staðinn til að skilja það. Minnir mig á það að einu sinni... Nei, þetta var Brussel fólk. Ég veit það. Minnir mig á það að einu sinni vann ég sem fréttamaður á Stöð 2 á Akureyri og vaktstjórinn minn var ég var að gera einhverja frétta á sunnudegi og vaktstjórinn minn hér á höfuðborgarsvæðinu upplýsti að hún hefði aldrei komið norður til Akureyri. Akkurat. Hvernig áttu þá von á skilningi á aðstæðum? En þetta er næstu því búið hjá okkur en ég ætla að biðja ykkur að deila með mér nokkrum orðum hvað þið hugsuðu þegar þið heyrðuð af því í dag að dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunnar hefði verið sleppt eins og Vísir segir á reynslulaust og vísað úr landi eftir að hafa afplánað takið eftir aðeins þriðjung dómsins. Við erum hérna með yfirfull fangelsi, við erum með kerfi sem augljóslega eru orðin þannig að við nennum ekki lengur að fullnusta refsingar og þetta er svona mál sem að ég finn fyrir því að margir eru slegnir yfir. Förum bara aðeins hringinn, byrjum að þér Björn. Ég byrja, já. Nú eftir að hafa heimsögt svona fangelsi landsins í fyrri vinnu að þá sá maður alltaf stærsta fangelsið bara alltaf eins og ég sá það var ónýtt. Ég veit ekki hvernig heilbrigðiseftirlit bara getur gefið leyfi til þess að það sé starfsemi þarna. Algjörlega fáránlegt. Þannig að það er nú bara vandamál út af fyrir sig. Fyrsta sem ég sá var einmitt hvernig ákveðin þingmaður var að klóra sér hausnum yfir því af hverju þetta var að gerast og þá hugsaði ég bara getur þið ekki ákveðið hvort að það var að senda fólk á landi eða hafa þið fangelsi. Þau náttúrulega er að spara pening, er ekki bara út af því það er verið að virkja ákvæði sem dómsmálaráðherra kom í gegn. Svo er kvartaði við því og fólk sendt á landi eins og var verið að biðja held ég, en að ég veit ekki hvað er vandamálið. Á hvaða leið erum við, Erna? Ég verð nú að segja, ég er svolítið slegin að heyra þetta og ég skil alveg vandan sem Björn er að lýsa og það er þetta bara okkar eigin vandi, við lýsum hann ekki með því að veita meiri fjármunum í þetta. Það er bara vesen að vera samfélag. Já, það er mikið vesen og það er bara vesen að vera leiðtogi í samfélagi. Við getum vísað því eitthvað annað í þetta borð. En sko, þú veist, og þá eiga þessi menn að fara eitthvað annað. Okkur getum við þá bara vísa vandanum eitthvað annað eins og þetta kom okkur ekki við. Þessi menn fremdu glæpi hér, voru dæmdi til refsingar. Til að spara peninga, þá sendum við menn sem eru mögulega hættulegir, bara eitthvað annað. Allir okkar heildar hugsa. Það er búið rosalega ég vona ég sé ekki út í móa með þetta. Senda ólöglegt fólk einmitt bara burt, þannig að Ég trú ekki öðru en að þingið hljóta að kíkja eitthvað yfir þetta og breyta þessu því að það er ekki sama hvaða tegund af glæpamanni þú vísar úr landi og sleppir lausum. Ef þú ferð að sleppa hættulegum morðingjum lausum eftir stuttan tíma þá myndi ég nú telja að það bara byði hættunni heim. Þá getur maður nú bara sagt út í hinnum hræðilegum mafíum víða. Það er ódýrt að drepa á Íslandi. Já, nákvæmlega. Þetta eru rosalega skilabóð. Vá. Ég skil ekki neitt. Nei. Og það er oftar sem ég skil ekki neitt. Þetta er ódýrara heldur en að koma með nokkur kíló af sterku eiturlyfjum til landsins. Þeir eru að glíma við til dæmis í Bretlandi, það er svipað fangelsisvandi þar hefur samt afbrotum verið að fækka, minnka, en fjölda í fangelsum í rauninni á aukast út af lengingu dóma, þannig að afplánun tíma að aukast sem að fylla þá fangelsin í lengri tíma. Þannig að þetta er svona fjölþættarvandi. Bíðum eftir skýringum frá dómsmálaráðherra þegar þessi þáttur er tekin upp sem er milli 4 og 5 í dag, þá hafa þær allavega, ég hef ekki rekst á þær.
En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég held að okkur hafi allavega tekist að vera hérna bara allir vinir að ræða Algjörlega. ESB. Við erum ekki klofin í herðar niður. Mjög fallegt samtal. Og við erum ekki einu sinni fjölskylda. Og við höldum hann að hitta fjölskylduna. Nei, ekki það. Þetta var bara takka fyrir mig allavega. Já, takk ykkur fyrir komuna Björn Leví og Erna og Björg Lilja og við kannski sjáum þig nú hérna í mínum stól þar sem ég sit núna bráðlega að þú ert að snúa aftur. Ef græna borðið umhverfismál rís upp vonandi. Það er að setja upp dúkur hérna. Veitum ekki að því. Já, við höfum eftir að ná í dúkin. Já, vel gert. Ég hlakka til að hérna fylgjast með fyrsta þætti ykkar eftir sumarfrí. Og takk hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur í þessu hópspjalli. Eftir andartak kemur annar kafli ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is